Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á 50. Í kvöld þátturinn tvískiptur. Hérna á eftir kemur ungt fólk og við ætlum að ræða þessa áhugaverðu tíma, kóróna og kreppuna og hvað áhrif það hefur á ýmsa hópa og ekki kannski síst ungt fólk og hugmyndir þess samfélagið, framtíðina, von og ótta og og allt það. En áður en að því kemur að þá hingað komin Drífa Snædal, forseti Alþýðusambandsins, og Kristján Þórður Snæbjarnarson sem formaður Rafiðnaðarsambandsins og fyrsti varaforseti ASÍ. Ástæðan fyrir því að þau eru hérna að ASÍ boðaði til fundar í dag þar sem þau kynntu réttu leiðina frá kreppu til lífsgæða og drógu þar upp svolítið svona, breiða mynd af hver vandinn væri, hvaða tæki við hefðum til úrræða, hvernig við ætlum að beita þeim og hvers vegna og til hvaða verka og hvað því fylgir. Voru kannski svona að draga upp kannski svona heildarmynd af ástandinu sem að í þessum þáttum hafa margir kvartað yfir því hafi vantað frá ríkisstjórninni. Og það sem að mér langaði til þess að ræða við ykkur tvö kannski svona það sem að mér fannst vera ólíkt með áherslum ykkar eða ríkisstjórnarinnar, ekki að fara kannski út í svona einstaka tillögur. Eitt af því sem að ég tók eftir var að þið ræðið svolítið það hvert á að senda reikninginn. Bjarni Benediktsson var í síðustu viku að tala það að nú þyrftum við að draga aðeins úr kröfunum á ríkissjóð því að við erum að vita það að á endanum yrði að senda reikninginn og hann boðaði það að við fjárlagagerð fyrir árið 2021 yrði velt við hverju krónu og hvert verkefni skoðað í hörgul. Þið eru svolítið með aðrar áherslur varðandi þetta, hvert á að senda reikninginn og hvaða afleiðingar það hefur að reka ríkissjóð með halla. Drífa, má ég spyrja þig þetta? Já, takk fyrir þetta. Jú, það alveg rétt. Við erum svolítið uggandi yfir þessum tóni sem að fara að heyrast núna. Nú ég að fara í niðurskurð og nú ég að fara að skerða þjónustu og elta reikningnum af þessari kreppu yfir á einstaklinga og heimilið og alþýðumanna. Og við segjum að við þurfum að vera í varðstöðu gegn því. Það ekkert óeðlilegt að við þurfum að þola einhverja skuldir eftir þessa kreppu. Og afskaplega óeðlilegt að fara að ræða það að fara að rétta úr halla ríkissjóðs eftir þessi gríðarlegu, fjárútlát sem ríkið hefur tekið á sig sem eru eitthvað 300 milljarðar sem reyndar aðeins eftir að koma í ljós. Þannig að við svona okkar verkefni verður næstu árum að gæta þess að þessari kreppu verði ekki velt yfir á almenning. Og við svona rauði þráðurinn í okkar tillögum svo að ef að við förum einhvern veginn að skerða lífsgæði, skerða kjör eða eitthvað slíkt, að þá erum við að horfa fram á miklu dýpri kreppu heldur en ella. Ef að við okkur ber gæfa til þess að viðhalda lífsgæðum og lífsstandard og kjörum almennings, að þá munum við bæði koma fyrr upp úr kreppunni og síðan geta greitt hana tilbaka því að ríkissjóður stendur betur. Það versta sem hægt að gera í þessari stöður að lenda í einhver spíral niður á við sem þýðir náttúrulega bara skertar tekjur, skertar skatttekjur, minni einkaneysla, minni velta, fyrirtæki fara á hausinn og svo framvegis. Heldur þurfum við þvert á móti einhverja viðspyrnu og ég óttast söngin sem verður að nú sé ekki tækifæri til að gera þetta og hitt og nú þurfum við að fara að éta af einhvern veginn lífskjörum fólks til þess að borga niður þessa kreppu. Þannig að þetta verður svona svolítið barningur örugglega á næstunni. Við höfum ekki farið mjög ítarlega í þessu í tillögur okkar tekjuöflun ríkissjóðs sem náttúrulega við teljum vera vannýtt að einhverju leyti í gegnum auðlindagjöld og í gegnum hátekjuskatta og progressívara skattkerfi. Við ákváðum að fara ekki í það, þær tillögur liggja fyrir frá ASÍ. Við höfum sagt áður að það eru vannýttir tekjustofnar, það á að greiða fyrir auðlindanýtinguna meira heldur en gert nú þegar og það ekkert launungarmál að þegar við knúðum á þriðja skattþrepið þarna í fyrra að þá vildum við 4 skattþrep en ekki 3. Skattheimta af hinum allra ríkustu í samfélaginu hefur minnkað töluvert á síðustu áratugum
og við teljum að það er að snúa á þeirri braut. Þannig að ef að Bjarna Ben í mun að fara að rétta eitthvað af hallanna þá erum við lofalagi að byrja þar, en varstaðan verður kjör almennings og að þau heimili verð ekki látið gjalda þessa. Hafnir því sem að einhver kallaði hægri sveltistefnu, austerity, að stoppa upp í gatið á ríkissjóði með niðurskurði ríkisútgjalda, aukinni skattheimtu á almenning, sölu ríkiseigna og öðru slíku sem að hefur verið einkenni ríkisfjármála hjá okkur undanfarin 30 ár og eitthvað heimsluta. Já, og það náttúrulega kannski sérstaklega hætta núna því að það eru til peningar og það eru fjárfestar tilbúnir með peninga og þeir náttúrulega renna hýru auga til ríkiseigna og það verður bara átt að halda okkar sameiginlegum eignum í okkar sameiginlegu eigu, en fara ekki að selja frá okkur mjólkurkýr eins og flugstöðina eða hjúkrunarheimilin eða hvað það er. Fjárfestar hafa seilst að sér langt svona heimsvísu inn í velferðarkerfi ríkja og þar með sameiginlega sjóði og ríkisbudduna og þessi kreppa má ekki vera til þess. En ef að Bjarni Ben segir að við þurfum að strax á næsta ári að fara að stoppa upp í gatið með því að skera niður opinbera þjónustu og þið segið að áður en að það gert að þá ættum við að skattleggja fyrirtækja og fjármagnseigendur eins og ASÍ hefur lagt til. En svo þriðji valkostur sem hefur oft verið nefndur í þessum þáttum hérna við Rauðaborðið. Það að við eigum bara ekki að vera að pæla í þessu. Það þetta, ríkissjóður skuldar svo lítið hérna að þótt hann taki á sig ykkur 30-40% skuldir miðað við landsframleiðslu, þá það ekkert stóra vandamáli. Við skulum bara pæla í því einhver tíma seinna þegar það hentar ríkisfjármálunum að greiða niður þessar skuldir þegar það þarf að taka fé raunverulega út úr hagkerfinu. Þannig að þessi umræða sé bara ekki tímabær og það sé algjör að þeir sem að vilji koma með það að borðinu, eins og Bjarni Ben í síðustu viku, raunverulega bara að reka pólitík. Þetta tengist ekki efnahagsmálum eða hagfræði á nokkurn skapaðan hátt. Hvað segir það? Já, það náttúrulega þetta kannski nýja og spennandi sem að gerast í þessari kreppu. Það eru þessar raddir hagfræðinga sem segja það á ekki reka ríki eins og heimilisbókhald. Þetta fjallar ekki endilega debit og kredit. Ríki þola það alveg að skulda í einhver tíma og það bara hægt að parkera þeirri skuld. Þetta náttúrulega stór hluta til þess að 300 milljarðar eru einskiptiskostnaður. Þannig að við leggjum við hlustir þegar þessir hagfræðingar tala og það verður bara mjög spennandi að fylgjast með þeirra umræðu áfram. Þetta svolítið nýtt, þannig verið að hverfa frá þessari austerity hugmyndafræði sem réði ríkjum eftir síðasta hrun út allt. Margar þjóðir fóru mjög illa út úr þeirri þvingun og hafa ekki náð sér að strika ennþá eftir það og þar nefni ég til dæmis Grikkland sem þurfti að fara að selja allt steini léttara til þess að vegna krafna frá lánardrottnum. Kristján Þórður. Það mjög spennandi að fylgjast með þessari umræðu og eins og ég segi, við hlustum vel á hana. Hún hérna meðal annars við Rauðaborðið, þannig við getum bara að hlusta á það. Einu sinni í viku koma hingað hagfræðingar og ræða einmitt þessa hluti. En Kristján Þórður, þú varst að kynna atvinnuuppbyggingu á fundinum. Það líka svolítið öðruvísi tónn fannst mér hjá ykkur með að við hvernig ríkisstjórnin talar. Að hjá ríkisstjórninni þetta svolítið að vernda störfin, eins og að vernda störfin inn í ferðaþjónustunni sem ég ekkert að segja að þið séu að vilja ekki gera. Heldur var frekar svona, mér fannst horft svona lengra hjá ykkur að þið voruð að ræða það hvers konar störf mætti byggja upp í þessari kreppu, þegar að svona stór hluti er atvinnulaus. Störf sem að myndu gagnast í samfélagi sem að við myndum vilja hitta kannski eftir kreppuna. Frekar heldur að venda þau störf sem voru til fyrir hana. Er þetta eitthvað misskilningur hjá mér? Já, nei, þetta hárrétt að mörgu leyti. Það sem við erum að leggja upp með að við þurfum svolítið að fara niður í ræturnar aftur og skoða annars vegar hvað getum við gert í samfélaginu til þess að byggja upp ný störf. Það augljóst að við erum að fara í gegnum ákveðna lægð núna tímabundið varðandi ferðaþjónustuna og við verðum að bregðast við með einhverjum hætti annars vegar að bregðast við þeim tíma og þar erum við að tala um uppbyggingu innviða og þá vinnu sem að þarf klárlega að vinna.
Og það eins og þú segir, ríkissjóður auðvitað hefur verið í góðri stöðu núna til þess að takast á við þetta áfall, sökum þess að skuldasöfnun ekki mikil, sáralítil og getan til þess að fjárfesta auðvitað mikil. Og núna þurfum við svolítið að fara, og það sem við erum að tala um að fara í svolítið svona að horfa inn á við, og hvað getum við gert í samfélaginu til þess að auka verðmæti starfa í landi, af því að nú við erum með gríðarlega miklar auðlindir sem við erum að nýta á ákveðin hátt í dag og höfum verið að nýta. Getum hins vegar mögulega nýta á jafnvel enn meiri hátt, eða betri hátt. Meiri vinnsla hér í landi væri möguleg, til dæmis eins og þegar við nefnum bara grunnatvinnuveginn varðandi fiskvinnslu. Það hægt að grípa þar til að halda áfram og fara aðeins tilbaka þar. En síðan erum við þetta líka að tala það flutt töluvert út af fiski sem flutt út hérðan til vinnslu erlendis þar sem að laun eru lægri eða það þjónar stórútgerðinni betur að vinna fiski þar. Fyrir að tala einhverjar aðgerðir til þess að flytja vinnsluna heim, svo ég vitni óbeint í Ögmundar sem kvótinn heim, en þið væru til að taka undir kröfuna vinnslan heim. Nákvæmlega, og það raunveru á svona tímum sem að við þurfum að grípa til aðgerða, og já, þar teljum við að séu ákveðin sóknarfæri til þess að nýta þessar auðlindir betur og vinna þær lengra. En síðan höfum við, eins og ég var að koma inn á, höfum við hort á fjölda annarra starfa, og ef við skoðum bara eins og hvað verið að gera í Danmörku og hefur verið gert áratuga skeið, að Danir hafa verið mjög framalega í ýmiss konar nýsköpun. Við erum svolítið föst í því að skilgreina hvað nýsköpun og ég held að þegar við tölum þetta þá sjá flestir kannski fyrir sér einhverja einstaklinga í hvítum sloppum og inn á rannsóknarstofu. En nýsköpun þetta miklu víðtækara en svo, og þetta þetta bara ný hugsun í því sem við erum að gera með höndunum til dæmis. Hvernig byggjum við húsin, hvaða efni erum við að nota og annað þvíumlíkt. Og við teljum að það sé bara mikil sóknarfæri í að fara svolítið inn á við, og eins og við nefnum í pakkanum að taka upp grænan nýsköpunarsjóð, sem að hægt að taka nýsköpunarsjóð sveitarfélaga, sem hægt að fara svolítið inn á við víðsvegar landi til þess að rýna í stöðuna og reyna að búa til ný og góð störf til framtíðar. Og við þurfum það þrátt fyrir það að staðan muni batna aftur í ferðaþjónustu, að þá munum við samt sem áður þurfa að auka fjölbreytni starfa hér á landi til lengri tíma litið. Og ef við tökum síðan líka bara ferðaþjónustuna, hvað hægt að gera þar, varðandi til dæmis þau svæði sem eru mest sótt af ferðamönnum, þar má fara í gríðarlega mikla uppbyggingu, og við þurfum sem samfélag að fara að rýna svolítið í það, hvernig ætlum við til frambúðar að sinna ferðamönnum? Ætlum við að vera í þessum massa eins og við höfum alltaf verið, að reyna að ná sem flestum ferðamönnum til landsins, eða viljum við fara svolítið og nýta þetta tímabil og breyta því og ná sem sagt að auka gæði þess sem við erum að veita. Þeir var líka tvö atriði sem að tengdust rafmagni, þú nú formaður Rafiðnaðarsambandsins, að það var annars vegar orka til ylræktar sem að við lögðum áherslu á, og svo var líka flýting orkuskipta bílaflótanum og samgöngum. Þegar ég var að hlusta á þetta, það var ég velta fyrir mig hvort að þið væru tímið að gera ráð fyrir jafnvel lokun álvers eða eitthvað slíku, einhverju aukinu orku sem að væri að koma inn í kerfið, eða eru þið að leggja til nýja virkjun, eða hvað ég að draga allar álíktanir? Ja, við erum ekki í þessu að gera ráð fyrir einhverjum miklum breytingum á þeim iðnaði sem til staðar í dag. En ég tel að sé nú þannig stað að það umfram orka í kerfinu. Hvað verður byggt af fleiri virkjunum, það á svo sem eftir að koma ljós, en við heyrum svo sem að það plön í gangi og nýbúið að vera að stækka virkjanir sem að skila meira en á netið, þannig að ég held að svigrúmið sé til staðar í dag.
En auðvitað, þetta alveg hluti af því síðan að skoða til frambúðar og nýta þessi grænu störf. Hvað getum við gert og nýtt þennan tíma sem að núna svona ákveðin lægð til þess að annars vera að byggja upp raforkukerfið og efla fjarskiptakerfið eins og við tölum líka. Það svigrúm til þess að gera það og virkilega mikil þörf á því að taka á þessum tveimur þáttum. En síðan erum við líka að taka undir að við þurfum að reyna að auka ylrækt og auka slíka framleiðslu bara til þess að auka sjálfbærni landsins í þeim þáttum. Þannig að þetta snýr líka því bara hvernig gerum við samfélagið sjálfbært til frambúðar hvað þetta varðar. Drífa, þriðja sem maður tók eftir sem var öðruvísi hjá ykkur heldur en hjá ríkisstjórninni var svona tilfinning fyrir því að framlögum úr almannasjóðum fylgir eitthvað. Það fylgir því meiri kvaðir. Þetta ekki venjulegt fé sem sótt inn í almannasjóði. Þannig að þeir voru bæði með svona kröfu að það yrði afgerandi til þess að bæta almenn lífskjör, en líka því fylgdi svona ákveðið eftirlit og að passa upp á það var ekki misnotkun. Já, það þarf greinilega að hafa aðhald með fyrirtækjum eins og við höfum svo sem séð og það ekkert sjálfsagt mál að vera að setja 100 milljarða út úr okkar sameiginlegu sjóðum inn í fyrirtæki. Það ekki þannig að fyrirtæki þá sjálfráða það hvernig þau ráðstafa því fé eða hvað skilur við fyrir hendi. Og við alltaf í þessu tölu orðum í samráði og samstarfi við stjórnvöld næstu skref með fjármagn til fyrirtæki og hvaða skilur það háð og við settum fram mjög skýra stefnu í því. Það má nefna launabilina fyrirtækja, það að segja launaðist stjórnanda sem við viljum að miðist við þrefalda meðaltekjur sem svona 2,1 milljón eitthvað svoleiðis sem náttúrulega bara alveg yfirdrifin og við höfum það í huga að það 385.000 króna lágmarkslaun í landinu. Síðan náttúrulega viljum við tryggja það að fjárhagsvandi sé tilkomi vegna COVID, að fyrirtæki hafi ekki stundað launaþjófnað eða félagsleg undirboð og svona ýmis skilyrði sem við viljum hafa til þess að fyrirtæki geti fengið fé út úr sameiginlegu sjóðum og síðan finnst okkur líka eðlilegt að ef að verulegar upphæðir að ræða þá eignist ríkið bara hluti viðkomandi fyrirtæki. Líka vil ég nefna það að til framtíðar þá vil ég breyta lögunum þannig að áður en fyrirtæki greiði sér út arð eigi þau fyrir 3 mánaða launakostnaði. Þannig að við séum ekki að lenda í stöðu eins og við erum að lenda í núna að fyrirtæki eru búin að greiða sér út mikinn arð og eiga ekki borð fyrir bárið þegar eitthvað kemur upp á, svona ástand. Þannig að það svona eðlileg krafa að fyrirtæki séu með einhvern slaka innandyra áður en þau fara að greiða sér út arð svona í framtíðinni og þetta nú eina af svona þessum lærdómum sem við munum læra af þessari kreppu. Við erum alltaf að verða vitrar og vitrar eftir hverja kreppu. Við erum að nýta náttúrulega ýmislegt úr síðustu kreppu. Og þar vil ég nefna svona sérstaklega atriði eins og það sem við höfum verið að sjá undanfarin ár, það kulnun. Í síðustu kreppu var fólki í erfiðum störfum gert að hlaupa hraðar, taka meira á sig. Það voru ekki byggðir upp þessir innviðir eða mannafli í okkar svona opinberu þjónustu og öðrum störfum sem hefðu þurft og við erum að sjá bara heilu stéttirnar brenna út sem nánast skilgreinda afleiðingu af því að við ákváðum að vinna okkur út úr síðustu kreppu og vinna mikið. En ein helsta frétt þessara viku hefur verið kröfur stjórnenda flugleiða á launafólki þar það að þau vinni einmitt meira og hlaupi meira fyrir annarkvort sömu laun eða minni laun. Þannig að aðal krafa vikunar sem að ríkisstjórnin styður, þess að ríkisstjórnin eiginlega hangir á hliðarlínunni með peninga tilbúin að leggja inn í Íslandi ef að stjórnendunum tekst að auka samkeppnishæfni eins og það kallað, en þýðir raunverulega bara að berja niður laun og fá meiri vinnu út úr fólkinu heldur en áður var. Já, við höfum náttúrulega staðið þetta baki við flugfreyjum í þeirra kjarasamningsviðræðum. Við höfum sagt þess að kjarasamningsviðræður eru óháðar öðru. Þetta eru eðlilega kjarasamningsviðræður sem að ríki ekki að fara inn í eða hafa áhrif á. Og þær flugfreyjurnar hafa nú komið alveg ótrúlega vel til móts við
við Flugleiðir eða Icelandair í því, en svona heilt á litið að þá hefur örorku fjölgað gríðarlega síðustu ár og tók ákveðið stökk fyrir nokkrum ár síðan og það eitthvað sem má ekki gerast út úr þessari kreppu líka, þannig að við erum svona að leggja til að við flýtum þessu ferli með styttingu vinnuvikunar sem við erum byrjuð í og tökum strax þá styttingu vinnuvikunar og þá sem eru í líkamlega og andlega erfiðum störfum og það getur náttúrulega líka orðið til þess að búa til fleiri störf, sérstaklega á vegum hins opinbera. Og þá erum við náttúrulega að líta líka á þessar stéttir sem hafa haldið í okkur lífinu í síðustu 2 mánuði og með botnlausu vinnuframlagi og það ber að umbuna þeim stéttum og breyta verðmætamati okkar í okkar samfélagi gagnvart ákveðnum störfum. Kristján, nú kemur ASÍ fram með svona breiða tillögur hvernig að mæta þessari kreppu og lætur eins og það eigi að hafa sambandið eigi að hafa skoðanir öllum málum. Og þá kemur spurningin hver hlustar á ASÍ? Stundum finnst mér það eftir að hafa alist upp í þessu samfélagi að stjórnvöld ákveði flesta hluti í samvinnu við hagsmunaaðila sem ekki í verkalýðshreyfingin, heldur frekar hagsmunasamtök fyrirtækjaeigenda og fjármagnseigenda. Síðan komið stjórnarandstaðan að borðinu. Einhverjir kallar í háskólanum eru kallaði til og fengið að hafa skoðun á þessu. Og svo sé verkalýðshreyfingin einhvers staðar svona frekar aftarlega í þessari röð. Hvað hafið þið trú á því að ykkur takist með þessu að koma ykkur svona í forystu að umræðan það hvernig við munum bregðast við kreppunni og koma okkur til betri lífskjara verði byggð á þessum grunni? Já, ég hef fulla trú á því að okkur takist að koma þessum áherslum og að stjórnvöld muni hlusta á þetta. Þetta eru að sjálfsögðu skynsamar leiðir sem við erum að leggja til og eitthvað sem að ég sé ekki að annað en að allir muni taka undir sem sagt hvað varðar til þess að fjölga störfum. Það auðvitað, og ég tek alveg undir með þér það sem þú talar um það að stjórnvöld ekki alltaf að hlusta á það sem að verið að tala um í okkar rannið og auðvitað okkar að fylgja því eftir að það verði hlustað og því verði fylgt eftir sem að við erum að vinna með. Og það auðvitað bara verkefni okkar sem við þurfum að vinna með áfram og við þurfum að vekja áhuga stjórnvalda á því að hlusta á það sem að samfélagið fjallar um. Það bara verkefni sem framundan. Drífa, við höfum lýðræðislegt kerfi, við kjósum fólk á þing og sveitarstjórnir til þess að sinna okkar málum. En svo kjósum við líka fólk til forystu í verkalýðshreyfingunni til þess að reka okkar hagsmuni. Mér finnst stundum eins og sé ekki alveg að tekja mark á svona lýðræðislegu umboði verkalýðshreyfingarinnar og einmitt þetta fólk sem ég var að tala um áður og álitsgjafar í silfrinu og alls konar lið raunverulega marktækar í umræðinu heldur en að verkalýðshreyfingin hefur verið undanfarna áratugi, get ég sagt. Já, það náttúrulega okkar svona stöðuga verkefni að láta hlusta á okkur, að krefja svar og við lítum svo á að allir stjórnmálaflokkar eigi að sjálfsögðu að leita í okkar ann og taka upp þær kröfur sem við erum með. Þetta náttúrulega hluti af því að kynna svona heildstætt plagg og hafa ákveðið frumkvæði í því að kynna það hvaða samfélag við viljum byggja upp og það okkar ábyrgð að gera það og síðan það okkar að fylgja eftir og vekja umræðu þetta og að þetta verði einhvern veginn grundvöllurinn í þeirri óumflýjanlegu umræðu sem verður núna næstu vikum hvernig í óskopunum ætlum að búa til eitthvað lífvænlegt samfélag fyrir alla til framtíðar. Þannig að þetta svona fyrsta skrefið og auðvitað bara ætlumst við til þess að þessi hlusta á okkur og tekið tillit til þessara tillagna. Ég bara óska ykkur góðs gengis með það og ég ætla ekki að segja til hamingju með svona tillögum, það gerir það ekki. En það margt gott í þeim, þetta góður grunnur að umræðu. Drífa Snædal og Kristján Þórður Snæbjarnarson, takk fyrir komuna Rauðaborðinu og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Þá skiptum við gír í þættinum og hingað komin hópur af ungu fólki, Línus Orri Gunnarsson Setterborg sem trésmiður og músikant, Benjamin Júlían sem starfsmaður hjá Eflingu, einhvern tímann hefur verið hægt að kalla hann pislahund,
Karl Ólafur Hallbjörnsson, heimspekinemi og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi. Af því að við vorum nú að tala hérna þessar, ekki kannski tillögur ASÍ, heldur svona upplegg ASÍ hvernig við ættum að mæta kreppunni. Kannski má ég byrja á þér, Benjamín, ég ekki að biðja að svara fyrir hönd Eflingar. Þetta bara svona sem verkalýðssinni og áhugamaður verkalýðsmál, hvernig sló þetta þig í dag? Það þarna sem ég sé í fyrsta skipti og það gladdi mig mjög mikið að sjá loksins einhvern á Íslandi mæla með einhvers konar Green New Deal sem ég held að sé ekki bara eina rökrétta viðbragði núna í þessu áfalli, heldur líka náttúrulega bara svona í rauninni stefnuleiðrétting eftir að hafa verið svona það bil að fara að eiga við það vandamál áður en að koronaveiran skall á. Og ég óttaðist það mjög mikið þegar að COVID byrjaði að það myndi bara algjörlega gleymast, en það gæti gerst ennþá að það verði þvert á móti meiri áhersla lögð á að einhvers konar sjálfbær stefna verði tekinu upp og að þær björgunaraðgerðir sem verður tekið til núna, að þær varði leiðina inn í einhvern þannig einhver þannig stefnu. Þannig að mér fannst þetta vera mjög fínt að þetta kæmi loksins fram og ég myndi gjarnan vilja sjá það vera sett fram sem svona megin svona þungan í þessum aðgerðum. Karl Ólafur, ég veit ekki hvort að þú sett verkalýðssinni eða hvað þú ert í pólitík. Ég sá á Facebook-síðunni þinni að þú varst með tilvitnun í Hannes Holmstein sem hann kallaði Sókrates Íslands. Ég veit ekki hvort það gefur eitthvað til kynna. Hvað fylgdistu með framlagi Alþýðusambandsins núna? Ég bara rétt las mér aðeins til hvað var að gerast, ég sá bara frétt það. En já, ég myndi alveg kalla mig verkalýðssinna og ég hef mikinn áhuga á því að rósta Hannes Holmstein á netinu. Það er svona mitt skemmtiefni. Já. Hvernig sló þetta þig? Benjamín nefndi Green New Deal sem hefur nú verið svona hugtak sem eiginlega var til fyrst og svo fólk búið að vera að fylla upp í það hér og þar. Það var svona hugmyndum meðal demókrata í Bandaríkjunum og verkalýðsflokksins í Bretlandi og mjög víðar að líklega væri þetta svarið sem við þyrftum New Green Deal og svo hafa menn verið kannski eftir á að fylla upp í það. Þetta er svona dæmi það þegar oft verið hugtökin til á undan hugmyndunum. Eftir á því að það sé eitthvað sem við þurfum að gera. Við þurfum nýja byrjun í íslensku samfélagi. Ég er bara ekki alveg viss, kannski. Mér finnst þetta oftast bara hljómið svo góðar hugmyndir sem koma fram í svona tillögum og svona pælingum. Þannig að, já. Línus, hvað segir þú? Hvernig þú ert pólitíkus götunnar, kannski ekki hrifinn af svona stofnunum eins og Alþýðusambandinu, ég veit ekki. Hvað hefur þú trú að því að þetta fólk geti náði að sveigja Ísland á rétta braut? Já, ég hef nú enga svona gagnrýni á ASÍ sem stofnun, sérstaklega. En ég held að verkalýðshreyfingin hefur alltaf verið eitt sterkasta aflið og hefur leitt ótal fjöldahreyfinga og ég held að nánast allar jákvæðar breytingar sem hafa gerst í samfélagi manna komi út af fjöldahreyfingum og verkalýðshreyfingin hefur alltaf verið svona eitt af bestu módelunum hvernig á að skipuleggja sig og bara hefur verið mjög spennandi að fylgjast með hvernig verkalýðshreyfingar í Íslandi hafa byrjað að verða aftur fjöldahreyfingar en ekki svona jafn mikið innan stofnana eins og það voru. Tekur undir þetta Sanna að breytingin verði til inn í verkalýðshreyfingunni og svona fjöldahreyfingum almennings kannski frekar en á hinum svona lýðræðislega vettvangi sem að þú starfar í sveitarstjórn eða á þingi? Ég held náttúrulega að mestu breytingar komi í svona stærri hreyfingum og grasrótar hreyfingum og að það er það sem að þarf til að knýja fram á breytingar og það er einmitt mikilvægt að breytingar komi einmitt frá svona fólki með reynsluna sem að sé að knýja þær fram og mér er gott að sjá núna áherslur ASÍ einmitt að einblína á fólk en ekki fjármagn og að í grunninn þá snýst þetta náttúrulega fólki sem þarf að komast í gegnum þetta en ekki að bjarga fjármagninu þó að fólk þurfi náttúrulega fjármagn til þess að komast í gegnum þessar aðstæður þannig að mér finnst það að vera svona þessar
áherslur sem ég að sjá í þessu núna og fagna því og já, mér finnst það gott. En varðandi þessar tillögur og kannski líka sem að ríkisstjórnin hefur verið að tala og umræðuna hvernig við ætlum að mæta kreppunni, því að þið eru nú ungt fólk, 30 og þar fyrir neðan. Finnst ykkur að það sé svona verið að ávarpa ykkur sem að eigi nú stærri hluta af framtíðinni heldur til dæmis gamli kallar eins og ég? Ég er ekki að tengja mikið við það sem að kemur frá ríkisstjórnin allavega, sko. En það kannski fer eftir því hvaða einstakling þú ert að tala við. Það náttúrulega mismunandi kannski bakgrunnur sem stýrir því, til dæmis hvort að einstaklingur eigi séreigna lífeyrissparnað eða hvað sem þetta heitir og hvort að viðkomandi hafi það náð að til dæmis safna því og nái þá að taka það út núna. Það er kannski eitthvað af ungu fólki sem að á þannig inn á bankabók og getur þá núna tekið það út ef það er ekki með vinnu yfir sumarið. Það var eitthvað sem var kynnt í fyrsta aðgerðum ríkisstjórnar, minni mig. En ég er ekki allan að tengja mikið að því sem að ríkisstjórnin er að segja, en ég hef svo sem aldrei skilið margt sem að kemur frá þeim. Benjamin? Sko, mér sýnist þessi ríkisstjórn hafa tekið hugmyndina íhald mjög langt, teygt hana mjög langt í þeim aðgerðum sem hún hefur sett fram. Að hún reyni bókstaflega ekki bara að bjarga hagkerfinu eða einstökum geirum, heldur bókstaflega dauðum fyrirtækjum. Og fyrst að það var minnst á lektsíður úr síðustu kreppu áðan, þá mér þykir þetta eiginlega bara vera versta endurtekning sem möguleg að einhverju leyti, að það sé ekki reynt að sækja fram að skapa nýja hluti þegar áföll dynja á með þessum bakgrunnstón sem við vitum að er af stórfelldum breytingum sem þurfa að eiga sér stað. Þannig að sem tilvonandi þáttakandi í framtíðinni þá finnst mér það náttúrulega ekki voðalega skemmtilegt að það sé eitthvað svona öfgaíhald sem stýrir því hvernig við ætlum að feta núna fyrstu sporin úr þessu. En já, þess vegna eins og ég segi, gleður það mig fyrst og fremst að sjá þessa hugmynd einhverja framtíð sem að bókstaflega fyrirfer sér ekki birtast í þessum pakka, þessum hugmyndum sem að ASÍ er að leggja fram. Þannig það stjórnvöld eru þau svona íhaldssöm í þeim skilningi að framtíðin sem á að búa til fyrir þig er fortíðin mín. Það er besta framtíðin sem ég geti gefið þér, það er fortíðin mín. Það er svolítið svona hljómaði svolítið þegar Benjamin var að lýsa þessu, sem að fólk væri eiginlega að reyna að bjóða unga fólkinu upp á að verja fortíðina. Það væri það besta sem væri í boði. Það er alveg ekki þessu hugmyndum að framtíðin geti verið betri en fortíðin. Já, það verður náttúrulega allt að haldast óbreytt. Það er fyrsta forsendan. Já, sem er forseta stjórnvalda. Já, ég meina það, einmitt. Já. Finnst þér að það gæti verið öðruvísi? Að það gæti verið þannig að stjórnvöld myndu, já, og hvernig er það gert? Ekki geta miðaldra fólk verið að búa til einhverja hugmyndir fortíð. Er þetta gert með því að unga fólki sé spurt eða unga fólki sé þáttakandi eða stundum finnst manni þegar stjórnmálamenn að tala ungt fólk að þá sé það sé verið að búa til einhverja dýrategund sem maður ekkert viss að sé til? Ég held að unga fólki þurfa bara að taka yfir í einhver tíma þegar maður hefur séð svona barnaþinga þá sér maður bara hvað unga fólki alveg með þetta á hreinu, sko. Ég held að mig bara gefa fullorðna fólkinu smá pásu, sko. Svo vorum við daginn á fundi borgarstjórnar til dæmis með ungmennaráðunum. Þau voru bara alveg með þetta á hreinu, sko. Þannig að mér finnst ég stundum vera orðin sjálf miðaldra, 28 ára gömul. Mér finnst ég stundum vera gömul og fólki í kringum mig að grínast með það að ég sé gömul sál í ungum líkama. Þannig að ég held að við þurfum að gera minna af alls konar svona samráði sem ég veit ekki lengur hvað þýðir, af því að samráð virðist oft vera notað sem eitthvað svona, já, nú erum við búin að móta einhverja tillögur eða móta einhverja stefnu og við ætlum að senda þetta í samráðsferli og svo kannski ekkert verið að taka tillit til þess hvað
ungt fólk eða þeir sem eiga í hlut hafa málið að segja eða þá að það einhvern veginn kannski tekið tillit til þess að einhverju leyti, en ég myndi vilja sjá meiri í rauninni bara svona staðinn fyrir samráð, af því að þetta orð hefur rosalega mikið mist í rauninni, það þýðir í hugum margra ekki neitt, af því að það ofta ekki tekið markaði sem að fólk hefur að segja þegar það sendir inn athugasemdir sínar, að við sjáum í rauninni bara meiri samvinnu, að þeir sem eigi hlut komi einhvern veginn bara svona algjörlega að mótun tillagna frá byrjun, að ég held að væri bara glæsilegt að sjá Alþingi skipað af fulltrúum barna og ungmenna og unglinga í einhver tíma að segja hvað það er sem þarf að gerast núna, og þá held ég að við myndum fá bara bestu niðurstöðuna, því að ég meina ungt fólk hlýtur að vita hvað það er sem það þarf núna, þannig í staðinn fyrir að fullorðna fólki þykist vita hvað sé unga fólki fyrir bestu, að unga fólki bara segi ráðamönnum og ráðakonum og ráðafólki hvað það er sem það þarf núna, og þá held ég að við fáum bestu niðurstöðuna í staðinn fyrir einhvern veginn að heyra í þessum hagsmunahópum og heyra í þessum og mikið samráð hafi verið haft, þá held ég að unga fólki þurfi bara að taka yfir, það hefur alltaf reynst vel, ég allan að veit ekki neitt dæmi þar sem að það hefur farið eitthvað illa sko. Það voru í vikunni voru umræður sumarstörf námsmanna, þá kom ágætlega fram sem að þú ert að lýsa sanna, það komu svona tillögur frá ríkisstjórninni og svo voru námsmannahreyfingarnar að reyna að hafa einhver áhrif á það, og svo þegar maður talaði við forystufólki í námsmannahreyfingunni að þá kom það með tillögur sem að voru miklu betri en ríkisstjórnarinnar. Þannig að maður veldi við hvort það mætti stundu kannski snúið svona þess við að námsmannahreyfingarnar kæmu með lausnina og svo gæti farið til umsagnar hjá ríkisstjórninni. Sett í samráðsferli til ríkisstjórnarflokkana sem gæti þá sett inn einmitt breytingatillögur eða hafa áhuga, og þá er það kannski bara samþykkt af námsmannahreyfingunni eða ekki. Já, hvað segir þú, Línus? Mætti snúið svo stundum aðeins við að sækja tillögurnar til þeirra hópa sem að málinu snýst, og svo geti þá ríkisstjórnin velti fyrir sig hvað þyrfti að breyta í því, frekar að hafa þetta svona alltaf öfugt. Ég veit ekki hvort það var Öryrkjabandalagið sem að fann upp frasan ekkert okkar án okkar, en þetta er frasi sem mér finnst að ætti bara að eiga alltaf við allt og alla, hvað sem að hverju sem það snýrað sko. Ég veit ekki hvort að ungt fólk, ég veit ekki hvort ég upplefi mig sem eitthvað svona eitthvað sameiginlegt með endalega jafnöldurum mínum frekar en einhverjum öðrum hópum sko. En auðvitað er þetta rosalega áhugavert sko, sérstaklega fólki sem er kannski 5-10 árum yngri en ég, þessi Generation C, hvernig hún er að taka á eins og loftslagsmálum og taka það miklu alvarlega og bara svona af heilum hug sko. En hvort að ríkisstjórnir geta verið öðruvísi, hagsmunir valdamanna eru náttúrulega alltaf bara, það er bara tilviljun hvort sé hagsmunir mínir líka. Ég held ég hef aldrei upplifað að það sé eitthvað að tala sérstaklega til mín, hvort sem það sé sem eitthvað svona ungt fólk eða eitthvað annað sko. Það kallaði einhver við rauðaborðið í vikunni, þetta verið svona áhorfslýðræði, við fengjum að horfa á ráðafólk taka ákvarðanir. Ég held að svona þetta fulltrúalýðræði sem við búum við sé rosalega úrelt og ég meina flest annað þróast og breytist í samfélaginu, en við höldum alltaf í sama svona gamla lýðræðið sem er í rauninni, ég meina við borgum skatta til þeirra einu sinni í mánuði, en við kjósum þau á 4 ára fresti. Mér finnst ekki vera beint samhengi á milli. Já, myndir vilja geta, það eru tillögur það sem að vera þannig að atkvæði veri fljótandi, þú getur greitt einhvern atkvæði, þessi getur tekið það tilbaka á miðju kjörtímabili ef við litist í jáan, þar sem varst að kjósa. Alveg eins og maður getur veitt einhverjum vald, þá ætti maður geta tekið það frá þeim líka. Karl, það er svona í umræðinni kreppuna og kóróna líka, bara því að kóróna faraldurinn var eitthvað svo miðaldalegur, að þá kom mjög fljótlega upp hugmyndur að við værum á einhverju svona straumhvörfum, að væri
mikil svona breyting í sögunni, þetta verið mikil áreynsla á hugmyndir okkar og hitt og þetta verið að falla enn einu sinni var því lýst yfir að nýfrjálshyggjan væri dauð og fólk svona núna byrjað að gæla við að mögulega gæti bara kapitalismin verið í lífshættu þótt að það oft verið sagt að fólk gæti auðveldara með að ímynda sér endalok heimsins heldur en endalok kapitalismans. Hefur þú trú á því að við séum að lifa svona áhugaverða tíma að það muni reyna á bara grundvallar hugmyndir fólks samfélagið og stjórnmálum? Nei, ég held því miður ekki. Ég held að við séum bara of vön þessu góða og þægilega og ég held að séu of margir sem eru ekkert einu sinni tilbúnir að pæla í því að þetta getur verið öðruvísi, sko. Það kannski svartsýnt hjá mér, sko, en mig grunar að það sé ekkert mikið að fara að breytast. En nú það ekki góða og þægilega á ekki við lífskjör öryrkja, láglaunafólks, innflytjenda, leigjenda, fátækt eftirlaunafólks. Ég geti talið svona áfram og ég var líka komin upp í helminginn af fólkinu. Þú kannski að vísa til þess fólks sem svona stýrir umræðunni og hefur átt umræðuna í fjölmiðlum og í háskólasamfélaginu og stjórnmálunum og hefur kannski bara lokað augunum fyrir tilveru hinna. Og kannski eina ástæðan fyrir því að ég nefndi þessi ströngur áðan að menn við kannski gæla við það að við neyðumst núna til að horfast í augu við á hópa sem að við höfum skilið eftir, ekki ávarpað, látið þess að vera ekki til. Það sem ég átti kannski meira við var sko hugmyndafræði og hvernig við hugsum framleiðslu og neyslu og því líkt og við erum held ég ekki tilbúin. Ég held að sé enginn, mjög fáir allavega, á þeim stað að fara að hugsa þetta einhvern veginn á róttækanan hátt. Það allavega mín tilfinning, sko. Ok, þá bara gengi á línuna, Benjamin. Getur þú hugsað heiminn á róttækari hátt? Ég lagði til einhvern tímann. Lifir á þægilegu lífi sem starfsmaður Eflingar, að þú ert hættur að vera róttækur? Já, ætli það ekki. Ég lagði til daginn að við myndum kannski sem verkalýðshreyfing reyna frekar sem sagt svona í takt við það að þurfi mögulega að endurhugsa samfélagið í heild og einmitt neyslu eins og Karl segir. Endurhugsa hverju við erum að berjast fyrir. Núna gengur þetta mjög mikið sko stigagjöf í verkalýðshreyfingunni hversu miklum launahækkunum nærðu, hversu mikið nærðu að fá í vassann. Og það að miklu leyti fyrir félag eins og Eflingu, bara lífsspörsmál fyrir félagsmennina. Í þessum verkföllum sem hafa verið í gangi núna, þá erum við bókstaflega að berjast fyrir fólk sem búandi heima hjá foreldrum sínum 30-40 ára gamalt, vegna þess að það bara bókstaflega ekki nóg peningur greiddur fyrir launið þeirra, fyrir vinnuna. En mögulega væri einhver sko umhugsun á þessu, ef við myndum taka hugmyndir ASÍ og hugmyndir sem hafa verið í gangi Green New Deal og þess aftar mikið lengra, þá getum við jafnvel hugsað okkur kannski samfélag þar sem rosalega mikið af almenningsþjónustu og almenningsgæðum eru gjaldfrjáls, þar sem rosalega mikið af því sem við þurfum þarf ekki að borga fyrir, en að hlutirnir sem bætast ofan á það, að þeir séu að samanskapi ekki jafn miklir, ekki jafn mikilvægir í því sem við gerum og á móti kæmi að við hefum þá til vill meiri frítíma vegna þess að við myndum þá hafa kannski styttri tíma til þess að vinna og meiri tíma til þess að njóta þess sem þá orðið mikið til aðgengilegt öllum. Þetta ein leið sem ég held að svona blasi við ef við ætlum að búa til samfélag, sérstaklega á Vesturlöndum sem eru mjög neysluþung núna og mögulega ofneysluþung. Að besta leiðin þar hlýtur einfaldlega að vera að gera fólkið það fært að lifa án þess að skemma samfélagið og að tryggja það að allir geta sem bara með því að hafa það sem þarf öllum aðgengilegt frítt. En svo takið það sem Karl var að segja, fékkstu eitthvað til þess að ræða við þig þetta? Er stemming fyrir svona róttækum hugmyndum? Ég held að þurfa að taka þetta í svona 2 til 3 skrefum og ég bind miklar vonir við næstu samningalótu þegar ég kemur að þessu. En lykilspurningin nefnilega, þetta skiptir máli fyrir verkalýðshreyfinguna og hvernig hún nálgast samningaviðræður. Vegna þess að ef þetta verður sú hugmynd sem að ræður ríkjum þegar næst kemur að því að semja fyrir alla sem að vinna á Íslandi, þá þarf sem sagt að beina spjótunum ekki lengur að atvinnurekendum, heldur að hinu opinbera. Vegna þess að það þar sem að forsendan fyrir þessu myndi vera sköpuð. Forsendan fyrir þessu verður til í því að almenningssamgöngur verði gerðar
fríar og svo gegnum gangandi að þú gætir lifað án þín eigin fartækis, að heilbrigðisþjónustan væri gerð algjörlega gjaldfrjáls, að skólakerfið væri frítt og svo framvegis. Húsnæði er mjög stór partur af þessu á Íslandi líka. Allt þetta eru spurningar sem að atvinnurekendur geta ekki svarað og ættu kannski ekki að svara. Þetta eru spurningar sem að Verkó þyrfti þá að beina að ríkinu. En í því sko lagaumhverfi og því vinnumarkaðsmódeli sem í gangi núna, þá erum við svolítið að teygja okkur ef við teygjum okkur í þá átt. Og þá að það hafi verið gert í kringum lífskjarasamningana og bara berum orðum í tilfelli Eflingar og SGS, þá bara gerð sérstök kröfugerð á ríkið. En það þyrfti að teygja þá hugmynd mjög langt til þess að komast á þennan stað. En ég held að ef að jarðvegurinn yrði plægður fyrir þetta á næstu 1-2 árum og áföll eins og þessi eru mjög fínn tími fyrir djúpa umhugsun, að þá væri mögulegt að kannski komast eitthvað áleiðis áður en að við byrjum að semja næst. Ok, Linus, tvílega spurning. Þurfum við að breyta samfélaginu? Er þetta ekki bara allt í svona meira og minna helviti gott hjá okkur? Og nummer 2, ef við þurfum að breyta samfélaginu, þá er ekki það sem að Benjamin var að segja, eru við 3 samningslotum eða 3 kreppum frá því að raunverulega geta byrjað að tala róttækar breytingar samfélaginu? Eða er tíminn núna? Það er nokkuð sjálfgefið að þurfa að breyta samfélaginu, við erum með bara arfleið af kolonialisma sem að ræður mjög mikið sko, hvernig við lifum lífinu, bara fólk á jörðinni og misskiptingu sem að þarf að leiðrétta og náttúrulega, þú veist, heimurinn er að brenna og það mun fyrst bitna á þeim fátækastu og við getum þakkað fyrir það að sko COVID drepur líka hinna ríku, vegna þess að annars myndi náttúrulega allt bara vera eðlilegt í dag, þú veist, annars myndi allur efnahagurinn bara halda áfram þú veist, það hefði aldrei verið hættvinnin flug ef að ríkir væri ekki líka deyja. Eins og átti sér stað í kólerufaraldrinum á 19. öld þegar bitnaði fyrst og fremst á fátæku fólki, þá var mjög seint gripið inn í það, eins og átti við AIDS þegar það voru hommar sem að dóu, þannig að samfélagið er mjög vel varið fyrir því að láta hina jaðarsettu deyja. Einmitt og sumir segja núna að Bandaríkin hafi einmitt verið með rosalega harðar aðgerðir þangað til þess að þau föttuðu að það væri aðalega svartir sem er að deyja eða sko í miklu mæli. En sko, þetta hefur verið rosalega lærdómsríkt að fylgjast með. Ég hafði ekki hugmynd að ríkisstjórnir heims gætu bara stöðvað all flug. Að það væri bara möguleiki sem við höfum hingað til bara ekki gripið til vegna þess að við heldum ekki að vera ástæða til. Eða þú veist, ég segi við, þetta er náttúrulega ekki við, þetta eru þau. Og að sjá sko hvaða aðgerðir er hægt að grípa til þegar við erum að panika. Það er rosalega áhugavert að sjá þessa verkfærakistu og pæla úr því hvernig við ætlum að nota hana. En ég held að það eina sem maður heyrir er orðræða hvernig við eigum að koma öllu aftur í venjulegt horf. Það er bara, eins og venjulegt sé eitthvað ákjásanlegt. Og en ég hef nú ekki... Linus, það er samt þannig að það er mjög mikið einmitt skrifað það að leiðin er ekki back to normal því að normal var ekkert normal. Það er svolítið svona, allavega var framan af kórónufaraldrinum svolítið áberandi í umræðinni, opnað á hugmyndur að við þyrftum að breyta ykkur og það væri ekki endilega rétta leiðin, eins og ASÍ er að segja rétta leiðin. Það er ekki verið að leggja til að við fyrir bara beint aftur hjá þeim. Það er alveg rosalega vinsælt að skrifa það, en það eru sömu valdhafar núna og voru fyrir COVID. Það er eitthvað sem hefur ekki breyst. Og þessir valdhafar hafa bara sömu hagsmuni þeir hafa það áður og eru að fara að gera allt til að halda í þá hagsmuni. Þannig að það er ekkert að fara að breytast nema að sé eitthvað breytast í valdastruktúrum fyrst. Og þá getur einhver öðruvísi áherslur komið inn. Ég meina eins og við sjáum að það er núna bara meðan þetta er alltaf í gangi að vera að reyna að skrifa ný útlendingalög og
beina spjótunum á þau sem hafa minnst vald í íslenska samfélagi, að flóttamönnum. Sanna, það svona þau sem að vilja breyta heiminum, að þau ræða mikið það núna og það bent á afhjúpast hitt og þetta. En það ekki þannig að valdið eflist eftir því sem að andstæðan eflist og það nokkuð gefið þótt að þau sem hafa verið að gagnrýna samfélagið og óréttlætið í því að þau séu enn samfærðari núna, að það raunverulega í sjálfu sér breytir ekki neinu því að það eru sömu valdhafarnir og það eru sömu öflin sem að stýra. Eitthvað sem að bendi til þess að þetta sé að breytast? Náttúrulega með samstöðu að þá allt hægt. Það hægt að koma valdarstjórn frá völdum, það hægt. En einmitt, þetta virðist eins og hefur verið komið inn á, þetta náttúrulega ekki ríkisstjórnin eða valdhafar sem einhvern veginn bara eitthvað, já, heyrðu, við erum átt okkur á því bara hvað allt hræðilegt og hvað mikið misskipting og núna ætlum við bara að fara að bregðast í að laga samfélagið. Þannig að einmitt eins og þið hafa verið að tala að þessar raddir hafa verið að koma einmitt frá jaðrinum og ekki frá valdhöfum, en sko þegar ég tala róttækni og hvort að nýtt samfélag sé einhvern veginn möguleiki, það held ég þetta sé rosalega tvíþætt. Það kannski annars vegar einstaklingar sem að hugsa sko, þetta bara of mikið, ég ætla bara að fylgja stjórnmálaflokkum sem eru með eitthvað plan og sem eru með þetta hreinu og sem eru með eitthvað svona normalcy, svo ég sletta aðeins, og fylgja því og það bara hljómar sniðugt. Ég ætla bara að hoppa á þann vagn. En svo held ég að séu líka einstaklingar sem eru bara herði, ég bara komið nóg að þessu, þetta gengur ekki. Og þannig sjáum við náttúrulega breytingar. Þannig mun þetta verða að veruleika og ég held að sé alveg hægt og ég held að sé að koma með fleiri raddir og þetta að koma meira og meira upp á yfirborðið. Þannig ég ætla bara að leyfa mér að vona að þetta mun einhvern veginn hjálpa okkur í að koma þessu einhvern veginn stað, því við höfum alltaf vitað af þessu, við höfum alltaf vitað óréttlæti og ójöfnuði og umhverfisvanni sem til staðar, en núna þetta að koma miklu meira upp á yfirborðið gagnvart þeim sem kannski voru ekki eins meðvitaðir þetta, þannig að það svona erfiðara allavega að fela þetta, þannig að eins og við höfum verið að sjá með til dæmis þegar við tökum rasisma fyrir, að þá einmitt hægt að taka þetta upp á síma. Þetta orðið meira svona sýnilegt, þannig að þetta kannski ekki nátengt alveg þessu, en þetta sýnir bara fram á að við getum sýnt þetta og það einhvern veginn svona kannski krafturinn í þessari baráttu að það erfiðara að fela þetta og það hjálpar til í þessari baráttu. Karl, ég hef verið leiðilegur við ykkur og ávarpað ykkur sem ungt fólk, svo þið séuð að heyra það allir sem eru að hlusta á þetta, þið eru öll það sem kallað gamla sálir og eru þá heyra ég ykkur svona þroska sem að kannski eldra fólk hefur ekkert frekar. En mér langar aðeins að þetta sem oft kemur fram í umræðinni, að það allt í steik í heiminum og það loftslagsvá og mikið óréttlæti og ójöfnuður og þá kemur oft svona hugmyndum hjá eldra fólki að það sé komið ykkur ung kynslóð sem að muni bjarga þessu og svona lagt á hana að einhver leyti þetta ábyrgðarleysi hinna eldri að magna upp þá trúa því að unga kynslóðir muni koma og bjarga þessu. Hvað, ég veit ekki hvort það sé spurning í þessu, maður frekar bara að velta fyrir sig þessari stöðu sem lagt á unga fólkið að það eigi að koma með framtíðina þegar það erfir raunverulega mjög takmarkaða möguleika til að vinna úr og hvort að það getur verið friðþæging fyrir þína eldri að helst að finna 13-14 ára gamla sænska stúlku sem framtíðina þá sem að tala sannleikann á meðan að við svona höldum bara áfram að gúffa og eyða og sóa og slást og rífast og meiða. Já, ég held að sé alveg margt til í því. Ég held að fólk sjáu einmitt fólk eins og Gretu Thunberg og hugsa sér að nú sé bara, þetta komist allt í gott lag, við bíðum aðeins og það fólk tilbúið að taka við keflinu, eitthvað svoleiðis hugmynd Ég held að sé alveg margt til því. Þannig að við þurfum ekki þá að bregðast við neinu af því að þið ætlið að koma og taka til eftir okkur. Já, mig grunar það og síðan sér maður þetta líka í fyrirbærum svona eins og kolefnisjöfnun sem maður getur borgað fyrir að
láta gróðursetja ykkur tré og svo framvegis. Ég meina, þetta verður oft verið borið saman við aflátsbréf. Þetta ekki dálítið þannig? Mér finnst það, sko. Benjamín, einhverjir í verkalýðshreyfingunni sem að koma til þín og segja að þú bara minnir mig á þegar ég var ungur og svo þú að koma með lausnirnar og svo leyfa þau sér bara að halda áfram að jöða í sama, hvað við segja, svona samkomulagi við SA og raunverulega í verku sínum að viðhalda óbreyttu kerfi. Er unga fólki með hlutverk sem að kannski ekki raunverulega hluta leikritinu, heldur svona frekar, hvert hlutverk ungs fólks í leikritinu? Sko, það alltaf sagt við mig, já, ég var líka róttækur þegar ég var ungur eða eitthvað þannig, sem kannski svona einhvers konar svona syndaálat líka. Þetta eldist af þér, Benjamín, eitthvað svona? Já, það er eitthvað skrítin psykológi sem ég þori ekki að spá í, sko, en ég held, sko, já, ég veit ekki, mér fannst, það eru nokkur áhugaverð þemu sem að lét mig hugsa, sko, að mögulega, sko, Linus myndist á aðan, að fjöldahreyfingar að þær væru svona mögulega sterkt tæki og að við fengjum nú kannski bara kjósa 4 ára fresti, en ég meina, inn á milli, þá er náttúrulega eitthvað sem skekur stoðir valdsins og það hefur náttúrulega oft á tíðum einmitt verið Verkó og ég hef svona eitthvað verið að velta því fyrir mér og dálítið vona, sko, að mögulega núna, sérstaklega þegar er dálítið erfitt að vera með fjöldasamkundur og erfitt að vera á Austurvelli og erfitt að gera eitthvað svona vera með þau læti sem hafa venjulega hrætt yfirvöld, að það sé mögulega hægt að opna einhverja dyr inn í Verkó fyrir fólk til þess að tjá það sem þau vilja fá breytt. Og ég var svona pínlítið að vona að þessi sko áætlun sem er núna er miðstjórn loksins búin að koma sér saman nú er ASÍ loksins komið með einhverja stefnu, það er eitthvað þarna sem við ætlum að fara í áttina að. Og mér þætti mjög heilbrigt, held ég, að sjá fólk sko ræða innan sinna sem sagt félaga, að fólk myndi fá einhvers konar svona tækifæri þar til þess að miðla sínum áhyggjum og sínum hugðarefnum og mögulega bara segja við ASÍ að þetta sé ekki það sem þau þurfi eitthvað annað eða eitthvað þess að þetta er svona pínulítið svona, þetta er ekki endilega raunhæft plan, en ég held að þetta sé allavega sko leið til þess að brjóta upp þetta íhald sem er í gangi núna og sem við losnum ekki við fyrir en það ákveður sjálft að leyfa okkur að kjósa sig af, sem að gerist ekki fyrir eftir ár í besta lagi. Þannig að ég held að það sé einhver svona von allavega þar. En þetta svarar engan veginn spurningunni sem er hvað hlutverk unga fólksins er í Verkó, sem að ég sé ekki að sé neitt sérstaklega mikið. Ætli þetta væri ekki fín leið til þess að tengja þau þarna inn? Linus, hlutverk í Verkó og þegar Benjamín segir það og áttar mig sig alveg á því að maður yngsta fólki sem er til dæmis að raða í hillur í stórmörkuðunum og við kassana í Hagkaup og Krónunni og hvað þetta heitir. Ég stórefa að þetta séu sko gerandi aðilar inn í VR, ég bara stórefast að það sé svona skilið svolítið eftir. Þannig að ég ætla að halda áfram með þessa spurningu svona hlutverk unga fólksins, hvort að það sé að eitthvað sé boðið. Ég veit að þú vilt ekki að kalla þig ungan, þetta ertu bara svoköldu foreldrakynslóð og þetta í það að vera miðaldra. En þetta með svona hlutverk, það sem að vera unga fólkinu boðið upp á eitthvað, segja eitthvað, vera í andstöðu eitthvað, en eru kannski ekki svona raunverulega við borðið eða köllu til ákvarðana? Í fyrsta lagi þá er ég í stjórn Kvæðamannafélagsins og ég er mjög vanur að vera yngstur og vera ungur maður. Mjög gömul sál. En sko, og til það nefnir Krónuna og Bónus og svona, alltaf þegar ég tek eftir þessari umræðu sjálfvirknina, eða ég veit ekki hvort það er kallað sjálfvirkni eða neytendavirkni, með að þú þurfir ekki að fara, sko, borgar bara, hvað heitir þetta, þetta automatic afgreiðsluborðin, já, einmitt sjálfsafgreiðslan þegar fólk er að mótmæla því og segja sko ég ætla sko ekki að gera þetta og taka störfin frá unga fólkinu í Bónus og ég hef aldrei heyrt neitt sko að neitt hafi farið og spurt þetta starfsfólk hvað þeim finnst sko. Þess ég er alveg viss að þeim finnst ekkert, þau eru ekkert spennt fyrir það að sjá þig í röðinni. Þess að þú hafi valið að koma í röðina til þeirra frekar en að koma fara í sjálfsafgreiðsluna.
Sko, ég er mjög hrifinn af því sem Benjamin segir, hlakka til að sjá hann verða íhaldsaman, gamlan kall, en ég finnst þetta að vera alveg lykilatriði, þetta rauninni það sem að tala heitir náttúrulega bara lýðræðisvæðing og ég held að þetta sé í rauninni, við hægt að horfa svona mikið á hvað stjórnvöld að gera og hvað þau eiga að vera að gera og hvernig við viljum að stjórnvöld séu og rauninni að breyta samfélaginu frekar svona neðanfrá þar sem við erum ekki sem neytendur eða kjósendur heldur sem notendur og að sjá aukna lýðræðisvæðingu inn á starfsstöðum innan félagssamtaka í hverfinu þínu á götunni þinni. Ég held að þetta sé leiðin til þess að byggja upp nýja tegund af fjöldahreyfingum vegna þess að þær hafa svolítið ekki verið sérstaklega áberandi síðustu áratugi. Ég veit ekki hvort að sé, sko, það gerðist eitthvað þarna, lýðræðishreyfingar, nýfrjálshyggja, þegar allir byrjaði allt í einu að hugsa sig sem neytendur og við sjáum það að sko, það er rosalega vinsælt í minni kynslóð að reyna að knýja fram breytingar með því að breyta einhverju svona hvernig neytandi þú ert. Hvað þú kaupir eða hvað þú kaupir ekki. Kjósa með buddunni eins og sagtir. Já. Kjósa með buddunni. Og við höfum sko rosalega langa sögu af alls konar baráttu sem hefur fært okkar alls konar réttindi og frelsi. Við getum skoðað þetta og séð hvað virkar og hvað virkar ekki og svona taktík, ég veit ekki nein dæmi að einhver svona fjöldarhreyfingar þar sem er bara ekki kaupa einhverja tegund af matvöru að það virki. Ég er náttúrulega að tala grænmetisætur hérna, ég var sjálfur grænmetisæti 7 ár og svo þegar ég byrjaði að fatta að sko, það væri örugglega ekki eitt einasta dýr sem að væri lifandi út af því ég hefði verið grænmetisæti 7 ár sem hefði verið þyrmt, þetta er engin, ég held maður þurfa alltaf að sko velja taktík þar sem að hræðir þann sem að reyna að fjársvelta. Komin aðeins út fyrir spurninguna en... Nei, þetta er allt það er þráður í þessu öllu saman. Og mér langar að beina honum til Sönnu vegna þess að Benjamin að tala virkni ungs í skipulögðum hreyfingum alþjóðinnar, verkefnishreyfingunni. Línus leggur svolítið áherslu á svona stjórnmál götunnar, mótmæli og grasrótarstarf og fleira það sem að fólk finnst samtökum og nærði að breyta samfélaginu. En Sanna, þú ert ung kona sem að fer beint inn á eiginlega skipulagða svið sveitarstjórna, svona lýðræðisvettvanginn í gegnum kosin sem fulltrúi stjórnmálaflokks og slóst þar með Davíðs Oddssonar, svo þú ert yngsti borgarfulltrúi sem hefur kosin. Reynsla þín af því að taka þátt sem ung manneskja, að taka þátt í svona skipulögu stjórnmálastarfi, myndirðu vilja vara ungt fólk við því að gera það eða myndirðu hvetja það til þess að elta þig? Ég hvet allt ungt fólk til þess að fara í þetta sem hefur áhuga og það sem ég hef rosalega oft fengið að heyra í borgarstjórn er þegar maður að leggja eitthvað til sem kemur frá okkur sósíalistum og það er ekki mikill vilji til þess að samþykkja það eða maður að gagnrýna eitthvað og það er sko og maður að spyrja af hverju eða reyna að komast að því af hverju hlutinir eru gerðir svona og hvort það sé ekki bara tilefni til þess að breyta hlutunum og þá er það sko, já, það er nú hefð fyrir þessu og og þá veltir maður fyrir sér sko hvort það megi nú ekki hrista upp í þeirri hefð, þarf alltaf að gera hlutina svona, það má nú gera hlutina öðruvísi, það þarf ekki alltaf að gera þetta svona, það er alltaf í lagi að breyta til, það má hugsa út fyrir kassan og ég hef rosalega oft sko velt því fyrir mér, ég byrjaði í borgarstjórn þegar að ég var nýorðin 26 ára og ég er kona, ung kona, að blönduðum uppruna, brún og ég hugsaði sko hvernig væri viðmótið ef ég væri 50 karlmaður, þú veist, væri maður að fá eins mikið svona af útskýringum frá eldri karlmönnum sem að segja mér hvernig hlutirnir virka hér í Ráðhúsinu eða er þetta bara eitthvað sem allir nýir borgarfulltrúar fá?
eða þetta bara eitthvað svona grey stelpan, hún skilur þetta ekki alveg, eða þetta grey litla stelpan, skilur þetta ekki alveg, eða þetta grey litla stelpan sem skilur kannski ekki alveg hvernig hlutirnir virka hér á Íslandi, skilur þetta ekki alveg, eða eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að það ýmislegt sem maður hefur velt fyrir sér sem ung kona í stjórnmálum. En er hægt að lifa við þetta, að vera svona léttissaður fyrir aldur og kyn og uppruna látlaust? Er það þess virði? Þetta bara skemmtilegt og kannski bara allir að dissa alla þarna og ég bara eitthvað oft tólka þetta og það eitthvað sem allir að dissa mann þarna fyrir eitthvað, þannig að það bara stuð. Kannski ég bara að skynja þetta eitthvað vitlaust. Ég ætla að ljúka þessu að það vildi svo til að ég nefndi Hannes Hólmstein sem hefur aldrei verið nefndur í þessu þætti og eiginlega hvergi á þessari öld. Það var af því að Karl Ólafur Hallbjörnsson var með tilvitnun í hann á Facebook-síðunni sinni. Eitt af gullkornum Hannesar var það að af hverju ætti ég að gera eitthvað fyrir ungu kynslóðina, ekki ef hún gert neitt fyrir mig. Karl, er þetta ekki rétt hjá Hannesi að af hverju ætti við eitthvað að vera að hugsa ykkar kynslóð, ekki hafið þið gert neitt fyrir okkar kynslóð? Þetta náttúrulega bara alveg klassískur Hannes sko. Það þarf að ramma þetta inn einhvers staðar, ég held mjög mikið upp á þetta. Ég veit ekki hvað hann fær þessar hugmyndir sko, þetta algjört gull. Ég veit ekki hvað maður á að segja við þessu sko. Það náttúrulega alveg bara búin að tapa glórunni kallinn. Það ekkert hægt að segja mikið meira það. Nei, það heyrir það að fulltrúi íhaldsaflanna á Íslandi tapa glórunni, það eiginlega niðurstaðið þáttar. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að setjast þarna við rauðaborðið. Þið gömlu sálir, Línus Orri Gunnarsson, Setterberg, Benjamin Júlían, Karl Ólafur Hallbjörnsson og Sanna Magdalena Mörstuðdóttir. Þakka ykkur fyrir spjallið. Takk. Fyrr í þættinum þá tala ég við Drífu Snædal og Kristján Þór Snæbjarnarson tillögur eða grundvöll ASÍ að í hvernig við getum komist út úr kreppunni til betri lífsgæða. Hinn rétta leið, segir ASÍ. Við munum halda áfram hérna morgun að ræða kóróna og kreppuna og það álag sem að þetta veldur á hugmyndir okkar og samfélag og stjórnmál. Klukkan 8 annað kvöld, þá verða hér einhverju aðri gestir að ræða svipað umræðefni, en ég þakka fyrir í kvöld og þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Takk fyrir.